Já, þá erum við komin aftur og við ætlum að halda áfram að skoða samlingar á sér og við ætlum að fara að skoða hvernig við getum lagt saman einhverja n-bita runni. Og það sem við höfum skoðað hingað til er, við höfum skoðað þetta half-adder og hann leggur saman 2 bita. Við skoðum líka núna seinast að þá skoðum, þetta ætlum að vera a hérna, að við skoðum full-adder og hann leggur saman 3 bita og við sannreyndum þetta í seinasta myndbandi og teiknum upp og sannreyndum virkni og svo framvegis. En það sem ég ætla að gera núna er ég ætla að teikna þennan full-adder sem við vorum að vinna með seinast og hann verður bara svona blokk. Núna þegar við notum hann, við munum nota hennan full-adder til að búa til samsettarásar sem geta búið til einhverja n-marga, eða lagt saman einhverja n-marga bita. Og við viljum þetta ekki vera að teikna alltaf öll hliðin aftur og aftur og aftur. Þannig að inn í þessu full-adder hér, inn í þessu boxi hér eru öll hliðin og rásinirinn sem við teiknuðum í seinasta myndbandi. Og við munum í framtíðinu bara að nota þetta box hér. Það væri alltaf mikið að fara að teikna upp alltaf hverju einasta skipti þegar við erum að nota einhvern svona full-adder að fara að teikna upp alla rásina. Þannig að ég ætla að teikna upp í rauninni bara svona blokk af full-addernum. Og við vitum það að við erum með 3 innganga, þannig að hérna erum við með 1 og hérna erum við með 2 innganga. Ég ætla að kalla þetta inngang A og þetta hérna inngang B og svo er ég með 3. inngangin hérna á hliðinni og ég ætla að kalla hann núna í þessu augnablikki, ég ætla að kalla hann Z. Þessi rás hérna leggur þetta eitthvað saman, þannig að við viljum líka fá einhverja summu út úr þessu og svo viljum við fá hér eitthvað sem heitir carry. Við erum að fá carry-bitun okkar út. Og þetta er þá sem sagt grunneiningin, þetta er full-adder eining og við getum notað þessa einingu, ef við notum margar af þessari einingu þá getum við búið til í rauninni rásir sem leggja saman marga bita og við munum fara í það gegnum það í þessu myndbandi. En við skulum byrja á því að skoða hvað við getum gert til dæmis bara með 2. Ef við tökum 2 stykki af þessu full-adder, hvað í rauninni getum við gert með þessum 2 full-adderum? Við skulum skoða hvað við getum gert með þessum full-adderum hérna og sjá, ég teiknaði bara upp hérna og við skulum sjá hvað við getum gert með 2 og við skulum skoða nokkur mismunandi scenario. Við skulum skoða fyrst hérna 2 2-bita tölur og þetta hér 1, við skulum líka skoða 0 0 og 1 0 saman sem 1 0 hér 1 0 og svo seinast að þá skulum við kíkja á þegar A er 3 og B er 3. Þannig að hvað erum við að hugsa hérna? Við erum með 2 tölur, 2 2-bita tölur henni. Þannig að við erum að leggja saman A og B og A eru 2 bitar og B eru 2 bitar. Og við skulum fá hérna full-adderan okkar. Hérna erum við með full-adder 1 og full-adder bara 0, þannig að við erum með 1 og 0. Ef við varum með fleiri þá varum við bara með 2, 1, 0 og svo ef við varum með ennþá fleiri 4, 4, 3, 2, 1, 0 og svo framvegis. Og við erum með væntanlega einhverja innganga og hérna erum við með, ef þetta er full-adder 1 þá er þetta inngangur B1 og inngangur A1 og þetta er full-adder 0 þá erum við með inngang B0 og A0. Hérna erum við með 3. inngangin sem er þá Z-an og hérna erum við með þá inngangin á full-adder 1, útgangin á honum, summuna og summuna. Sjáðu, hérna erum við með summu 0 þá og summu 1. Þessi inngangur hér, að við vitum að full-adder er með 3 innganga, að við ætlum að læsa honum bara hérna í 0 af því að þetta er fyrsti í rauninni full-adderinn. Carry-bitin sem fer út úr þessu, hérna erum við með summuna og carry-bitin sem fer út úr fyrsta hérna, þessum hérna sem full-adder 0
að við skulum taka karribitann og láta hann sem inngang á næsta og sjá hvernig við getum nýtt okkur það. Þannig að þetta hérna er carry í rauninni 0. Hérna erum við með carry fyrir fúllandir 1 og sjá, annar layer hérna svona og við skulum bara skoða þetta scenario 1 hérna, þetta hér í rauninni og hvernig stimplum við inn í þetta. Ef við erum með segjum við með einhverja tölu q og hún er 1, 0, 1, 1 já, segjum bara 1, 0, 1, 1 þá vitum við það að þetta hérna er tala 3, þetta er tala 2, þetta er tala 1 og þetta er tala 0. Ef við erum ennþá fleiri þá værum við bara með hérna 4, 5, 6 og svo fram til göttunum. Þannig að þetta hérna er tala 1 og þetta hérna er tala 0 og sömulegis hérna þetta er tala 1 og þetta er tala 0. Þannig að við setjum þetta inn í, við skulum byrja bara á hérna fúllandir 1 og þar er A1, við erum með 1 hér og, 0, og B er þá 0. Við vitum ekkert hvað í rauninni þriðji inngangurinn er og við skulum þá fara í fúllandir 0. Þá er A 0 en B er í rauninni 1 og þegar maður er að tengja saman svona nokkra fúllandira að þá er fyrsti carry eða fyrsti inngangurinn á fyrsta, hann er bara alltaf fastur í 0 því það er ekkert að koma hérna, það er engin fúllandir í viðbót, hann er bara 0 og við skulum pröfa bara að reikna út úr þessu. Hérna erum við með 1 plus 0 og við kannski byrja, hvað búist við að fá út úr þessu hérna? Hvað búist við að fá út úr dæminu? Þannig að ef við reiknum þetta hérna saman 2 plus í rauninni 1 að ef við reiknum þetta saman hérna myndum við þá fá 1 og 1 eða töluna 3 þannig að við búumst við að fá út úr þessu töluna 3 og við skulum pröfa að nota svona samsettar fúllandir einingar til að rauninni að athuga hvort við getum ekki hvort þetta sannreynist ekki. Þannig að byrjum bara á fyrsta. Hérna er við að leggja saman töluna A0 plus B0 þannig að það er 1 plus 0 og inngangurinn er alltaf fastur í 0 þannig að við erum með 1 plus 0 plus 0. Hvað er að fá til því? Við hefum þá hljóðum þá að fá 1 hér og ef við fáum einhvern carry, nei það er engin carry í þessu þannig að hérna fáum við 0. Tökum næsta, þá erum við að leggja 0 plus 1 inngangurinn hér er 0 þannig að við erum að fá 0 plus 1 plus þessi hérna ingangur sem er jafnframt í rauninni carry-bitin á fyrsta þannig að hann er 0 þannig að hérna erum við bara að fá 1 og ef við tökum þetta saman þá er þetta bara 1 eða talan 3 þannig að þetta stenst alveg og pröfum næstu svo get ég ekki bara svona pröfum næstu að byrjum að fylla inn í þetta er tala 1 og þetta er tala 0 og enn og aftur ef við varum með fleiri tölur í þessu varum kannski 4 bita þá var þetta bara 1, 2, 3 og svo fram til göttunum en við erum bara með tölu 1 og 0 þannig að við skulum byrja á því að fylla í fúllandir 1 og þar erum við með A, það er 0 B, það er 1 við vitum ekkert um innganginn hér við vitum ekkert um þennan hérna inngang teknilega séð væri þetta inngangur seta í rauninni eins og hérna þegar við vorum að búa til fúllandirinn í fyrirmyndbandi og þá köllum við þetta seta þannig að þetta er teknilega séð seta en við notum í rauninni innganginn fyrir carry-bita fyrri fúllandir. Höldum áfram þetta, fúllandir 0 skulum fylla hann inn í, þá er A 0 og B 0 og hér er engin fyrir framar þannig að þessi hérna er þá þetta alltaf 0 þannig að við skulum byrja á því að reikna út úr fúllandir 0 þá erum við með 0 plus 0 plus 0 þannig að hvað er að fá hérna út 0 og hljóðum að fá 0 í carry tökum það nú með hérna seinni fúllandirinn og þá fáum við 1 plus 0 og svo seinasti inngangurinn sem er carryin út frá hinnum að hann er 0 þannig að við ætlum bara frá 1 hérna
Þannig að hvaða tala er þetta hér? Þetta er talan 2 eða í binary 1, 0. Við skulum sannreyna þetta hér. Hérna erum við með 0, 0 pluss 1, 0 eða 0 pluss 2, þannig að það hlýtur bara að vera 1 og 0. Þannig að þetta stenst líka. Og við skulum skoða fleiri. Förum hérna í númer 3. Þetta er þá full-adder 1 og þetta er full-adder 0. Byrjum að fylla út í full-adder 0. Þá erum við með A1 og B1. Við vitum ekkert setuna hérna í rauninni, af því að við erum ekki búin að fá út úr fyrsta. Þannig að við skulum rekna þá full-adder 0. Það er 0, 0 og svo þetta 0 hér er ekki fyrir framan, þannig að það er bara 0. Það er 0 pluss 0 pluss 0 eða 0 og engin í carry, þannig að það er 0 og 0. Og ef við reknum út þessum hér, þá fáum við 1 pluss 0. Og þetta er þetta bara talan 2. Þannig að við fáum 0 hér og hérna kemur 1 í carry. Hvaða tala er þetta? Ef við tökum carryin með í rauninni sem gilt, ef við hugsum þetta bara sem þriggja-bita útgang, þá carryin og sumbitan hérna, þá myndum við fá 1, 0, 0 sem er talan 4 og við getum sannum þetta. Hérna erum við með 0, hérna erum við með 1 pluss 1 sem er þá 2 og 1 geymdur og 1 hérna fyrir neðan eða talan 4. Þannig að þetta stenst líka. Tökum 1 viðbót, þannig að við höldum áfram og tökum hérna númer 4 og byrjum á því að skoða hvað í rauninni varum við að fá út úr þessu. Þannig að hérna erum við með töluna 3 og hérna erum við með töluna 3 líka í B og þannig að við væntanlega viljum fá töluna 6 út úr þessu. Þannig að hérna er 1 pluss 1, það er þetta 2, 1 geymdur, 1 pluss 1 pluss 1, 1 hérna, 1 geymdur, svona. Þetta er talan 6 og við fáum hana út. Og við skulum byrja að fylla inn í þetta. Þetta er þá full-adder 1 og þetta er full-adder 0 og hérna fáum við þá 1 og 1 og í full-adder 0 þá er það líka 1 og 1 hér. Þessi er 0 og við byrjum að rekna fyrsta. 1 pluss 1 pluss 0 og þetta er þá 1 og 0. Þetta er summan, þetta er carryin hérna, þannig að við fáum 0 hér og 1 í carry hér. Reknum þá setni, þá erum við með 1 pluss eingangurinn hérna sem er carryin út frá hinum, eða 1 sem er þá talan 3, að þá fáum við 1 hérna og 1 í carryið eða 1, 1, 0 sem er talan 6. Þannig að við sjáum það að með því að setja saman í rauninni þessar 2 full-addera hér, að þá erum við komið með samlíknarás fyrir 2 2-bita tölur. Og þessi tenging hér, þessi tenging hérna á milli þeirra, að þetta kallast cascade tenging og þetta er sem sagt bara, hvað maður að segja, keðjuröð eða keðjuvirkun og eftir að sjá þetta hérna mikið, það er hægt að cascadea eða sem sagt samsetja margar einingar, ekki bara full-adder heldur margar aðrar teljara og svo framvegis. Við skulum stíga þetta aðeins ofar og við skulum taka og láta 4 full-addera saman og sjá hvað við getum gert með það. Og við skulum fá einhverja tölur. Við sjáum það að hérna erum við með 1, 2, 3, 4 full-addera sem þýðir það að hver og 1 full-adder, eins og ef við myndum láta hann í sömu uppsetningu á þann, þá getur hver og 1 full-adder að hann getur lagt saman í rauninni 2 bita. Þannig að ef við fáum hérna töluna A, við skulum fá töluna bara 0, 1, 1, 0 sem er talan 6, svo skulum við fá einhverja aðra tölu B og við skulum hafa hana bara sama, við skulum hafa hana bara 6 líka, að við viljum nota þessa hérna full-adder ás til að leggja saman þessar 2 tölur. Þannig að við erum með 6 pluss 6, þannig að við búumst við að fá út úr þessu vantilega 12, við skulum handreikna þetta hérna, 0, hérna er 1 pluss 1 sem verður 2, 1 geymdur, 1 kemur hérna niður, 1 það fer það áfram hér og þetta hérna er þá vantilega talan 12. Þannig að þetta stendaleg og við skulum keyra þetta inn í
fulladder rásin okkar hérna. Hérna eru þeir allir kaskheitaðir saman, þeir eru allir tengdir saman. Við sjáum það á fyrsta hér að inngangurinn á honum að hann verður alltaf fastur í 0. Hér er engin fyrir framann, þannig að það er engin karribit að koma frá einhverjum öðrum. Í þessum hér, fulladder 1, við látum nöfna á það bara alla, 2 og 3, að hérna erum við 2 innganga, en það gæti vel verið að þessar tölur sem koma hér, að þær munu, þegar við leggjum það saman, ef við myndum til dæmis leggja saman 1 + 1, þá kæmi 1 í karrí, og við getum ekki táknað hann hérna niður í summunu hér, þegar við höfum bara pláss fyrir 1 bita, þannig að karrín fer hérna yfir á næsta í rauninni. Þannig að þetta er nákvæmlega eins og þegar við erum að leggja þetta saman hérna, við færum alltaf hérna 1 með okkur í rauninni. Ok, við skulum merkja hvar þeir eru. Hérna er þá tala 0, 1, 2, 3. Núna erum við með 4 tölur, þannig að við erum með 0, 1, 2, 3. Og við skulum bara fylla inn í þetta. Byrjum bara á því að fylla inn bitarununa A, og þá fáum við A3, það er 0, A2, það er hér, A2 er þá 1, A1 er 1 og A0 er 0. Tökum B, B3 er 0 og svo B2 er 1, B1 er 1 og B0 er 0. Og þá skulum við bara byrja að reikna þetta saman. Og svona skulum við byrja að reikna þetta saman. Og byrjum á fyrsta sem er hér. 0 + 0 + 0. Það hlýtur þá að vera 0 og 0 í karrí. Tökum næsta. Hérna erum við 1 + 1 + þessi hérna 0. Þetta hérna ættum við að fá 2 út, þannig að við fáum 0 hér og karríin hérna flyst hér. Við getum ekki táknað 2 bita hér, það er bara pláss fyrir 1 bita, þannig að karríin verður að fara á næsta. Hér erum við komið 1 + 1 + 1 sem er þá 3, þannig að 1 kemur hér og karríin fer á næsta. Hérna erum við komið þá 0 + 0 + 1 sem er bara talan 1, þannig að hérna kemur 1 og það er ekkert í karrínum hér. Þannig að hérna erum við komið þá 1, 1, 0, 0 sem vissulega er talan 12. Og við skulum taka fleiri, sjá, svona og svona. Ó, hérna kemur náttúr. Og við skulum halda fram, við skulum tökum bara annað dæmi og við viljum leggja saman tvær 4 bita binary tölur. Það sækir skriftina hérna. Og við skulum fá tölu 1, það er talan A, og við skulum hafa hana 0, 1, 1, 0 sem er talan 6 og við skulum taka tölu B, við skulum hafa hana 8. Þannig að ef við leggjum þetta saman svona manuál, hvað búist við að fá út úr þessu? Við búist vantilega við að fá töluna 14. Við skulum rekna þetta í hendinni 0, 0, 1, 1, 1 sem er þá vantilega að tala 14. Og þá skulum við fá sætin á þessu. Hérna erum við með 0, 1, 2, 3, við erum með fullorðir 3, 2, 1 og 0. Og þá skulum við bara byrja að henda inn í þetta. Hér er engin, þetta er fyrsti fullorðirinn, þannig að það er alltaf 0 hérna á þessum inngangi hér sem væri inngangur zeta eins og við sáum í seinustu myndbandi. Og við skulum þá fá A0, það er 0, B0, það er 0, A1 er 1, B0 er 0, A2 er 1 og B0 er 0, A3 er 0 og B3 er
1, svona. Byrjum á fyrsta og skiptum lit, og svo kann man hafa marga liti, svona. Að hérna erum við með 0 plus 0 plus 0. Þannig að hvað fáum við hér? Hérna hljótum við, þetta er bara talan 0, þá hljótum við vantilega að fá 0 í karri líka, þannig að við fáum 0, karri okkar heitir 0, reiknum þennan saman 0 plus 1 plus 0, talan 1 og 0 í karri. Hérna fáum við 0 plus 1 plus 0, aftur að sama, fáum 1 hérna, engan í karri. Og svo hérna á lokum 1 plus 0 plus 0, fáum 1 hérna og 0 í karri. Þannig að þetta er talan 1, 1, 1, 0 eða talan 14. Þannig að við erum búin að setja saman í rauninni 4 einingar af þessu fullættir. Og ef við myndum vilja leggja saman 5 tölur, eða sem sagt 2 5-bita tölur, að þá væri það ekkert mál. Það eina sem við þurfum þá að gera er að bæta hérna við einum fullættir í viðbót. Það væri þá S4. Þessi hérna myndi þá bara fara beint inn á hann í rauninni. Þannig að við getum bætt bara endalaust við og fengið þá bara n bita samlegningar ás. En við skulum tökum 1 í viðbót, bara svona kanni. Svona. Og tökum bara dæmi, að sjá, bara einhverja tölur. Við skulum taka bara 1, 0, 1, 0. Þetta er talan 10 og svo skulum við taka B og segjum að það sé bara 3. Svona. Hvað búist við að fá út úr þessu? Við búist vantilega að fá 13 út úr þessu. Hérna fáum við þá 1, 0, þessi hérna fer yfir á næsta, verður 1, 1, svona. Við skulum byrja að fylla inn í þetta. Þetta hérna er þá 0, 1, 2, 3, fullættir 3, 2, 1 og 0. Og við skulum byrja bara á A0 og kannski rétt að liti svona. A0, það er 0, A2, nei A1 ásæki, það er 1, A3 er 0 og A4 er 1. B0 er 1, B2 er 1, nei B1 er 1 og B2 er 0 og B3 er 0. Svona leggja þetta saman. Þessi hérna fyrsti, að hann er alltaf 0, það er engin tengdur í hann, þannig að hann er bara alltaf fastur 0. Þannig að hérna myndum við fá 1 plus 0 plus 0, það er þá 1 og það er engin í karri. Hérna erum við með 1 plus 1 plus 0 sem er talan 2, þannig að við erum með S hérna, C hér, hérna erum við með summuna 0 og 1 í karri. Þessi hérna fullættir gefur okkur 0 plus 1, þannig að við erum með 1 hér og 0 í karri og að sjá, hérna erum við með 0 plus 1 plus 0 sem er bara 1 í karri, sem er 1 í summu og 0 í karri ásakið. Þannig að við fáum töluna 1, 1, 0, 1. Þetta er talan 13. Þannig að þetta gengur upp og við getum alltaf bætt einhverjum n mörgum fullættunum við ef við viljum fara í stærri tölu.